Armbeygja á bolta. Á ýmsan hátt að þetta framþróa þessa æfingu og líka gera auðveldari. Í rauninni á alveg sama hátt og með armbeygjur, venjulegar. Nú, við getum farið niður á hnén og gert það auðveldari. Við getum farið með fætuna upp á kassa, líkt á þennan, og hækkað undir fætuna þannig. Við getum sett bolta í staðinn fyrir kassan, verið með 2 bolta, þess að auka óstöðuleikann, og við getum verið með 2 bolta fyrir framan, þar að segja sitthvor boltan og sitthvor hendina. Eitt sem maður kannski þarf að passa upp á er það að mörgum kann að þykja óþægilegt að gera armbeygjuna svona fyrir úlliðina. Þá getur verið betra að hafa aðeins víðari grip og láta fingurna vísa út til hliðanna. Þannig að séum þetta grip, þessa stöðu á höndunum í staðinn fyrir þessa hér. Að öðru leyti alveg sömu prinsipum með armbeygjur almennt. Við viljum halda beinni línu gegnum allan skrokkinn. Við viljum ekki að línan brotni á neinum stað, að höfuðið leiti fram, að búkurinn svigni eða annað slíkt. Önnur framþróun sem ég gleymdi að minnast á er að við getum gert bætt í þyngdum, bara í þyngingavesti eða annað slíkt, en það þarf að passa sérstaklega upp á hrygginn. Einföld leið í armbeygjum almennt, hvort sem er á bolta eða gólfi, er að nota prik. Áður maður fer í erfiðar útgáfu af æfingunni, að geta þá gert armbeygjuna með priki á bakinu, sem að snerti þá rófbein, brjóst, bak og hnakka, og ætti þá lítið einhvern veginn svona út. Mægur reynda með að vera með stærri prik. En þetta var armbeygja á bolta.